Og í þig, Hanna, vil ég segja þakka þér fyrir drengilega keppni. Og þig, Davíð, takk fyrir stuðninginn. Geir, ég stend með þér. Eins og allir Íslendingar, við Geir, elsku Geir. Sjá þetta krakka, sjáuði mig, ég aftur orðinn fucking formaður. Ég held að enginn treysti mér og Hanna myndi mala þetta, en ég vann! Það allir búin að gleyma vafningsdrullunni og sjóa á svindlinu og N1 ruglinu og fylgistappinu og fjárhag flokksins og öllu þessu drasli og bara maka á mig atkvæðum. Þú ert líka með geðveikt liðið í kringu þig. Ég meina að Þorgeir og Katrín slappið 1700 milljóna kúlulán, skrapa aðeins í smá frí, bara bing, bara bung, það allir búin að gleyma þessu maður. Illiði Gunn maður tók sjóni í neði rétt áður en glittir fór á hausinn, rettaði rétt af fólkinu í flokknum, skrapp bara til Barhama, kom svo bara heim, alveg hvítflegin! Jöfnvessi snillingar! Árni Jónsson, stafgrjóti, fór í grjótið, kom aftur út með kjarnabór, miklu stærra grjót og swing beint á alþingi! Snillingar! Það með Tryggva Þór Herberts, mergsaug allt úr Raskar Kapital, setti allt á hausinn, fekk geðveikan starfslokasamning og fullt af pening. Peningar, ég elska peningar. Geir réð hann sem efnahagsráðgjafa ríkisins. En það fór líka á hausinn, en Tryggvi, beint á þing. En hafið þessi nýjustu skoðanakönnunina, 50% djöfulsins snillingar! Hey, þetta ekki neitt, Geir stjórnaði landinu og klúraði fleitt. Neitaði svo reglulega eitthvað væri að Ísland sett á hausinn og bað Guð að blessa það. Hann þekkir Guð, hversu all-in er að þekkja fucking Guð! Og hann ekkert að fara í fangelsi af því að biðlistanir eru svo langir! Hey, svo var það fyrir klár, drulla upp á þakki alveg fokkin 18 ár. Snilda geti svæðið heilum Seðlabanka í og skrifa svo í mokkan alla sögun upp á nýtt. Hey, hann fekk heilt dagblað til að stýra, hversu svart er það? Djöfulsins snillingar! Gulla mannur